Jæja, komið sæl og góðan daginn. Sigurjón Baldur Hafsteinsson heiti ég, prófessor í safnafræði við Háskóla Íslands. Og hér í hádegisfyrirlestri Þjóðminjasafns og námsbrautar í safnafræði eru komin tveir góðir gestir, annars vegar Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri Safnkosts hér á Þjóðminjasafni Íslands, og Sueitz Akisu, safnstjóri Tækniminjasafnsins Tækniminjasafns Austurlands. Já, en efni fundarins í dag er að ræða aurskriðurnar sem fjallu ég heldur hafi byrjað 16. desember og svo komu fleiri þar á eftir og ruddust meðal annars yfir Tækniminjasafn Austurlands með skelfilegum afleiðingum fyrir samfélagið og í raun og veru fyrir landið allt. Og við blasti að það þyrfti að taka til hendinni og það voru ekki bara aðilar á vettvangi eins og Sueitz og hans fólk sem þyrfti að grípa til aðgerða, heldur einnig fólkið íbúarnir á svæðinu á Austurlandi og svo að sjálfsögðu eins og Ágústa mun koma hérna inn á aðrir aðilar eins og Þjóðminjasafn Íslands og sérfræðingar á þeirra vegum sem hafa aðstofað við björgun menningarminja og annarra gagna. En áður en ég gef Ágústu orðið, þá hafið þið sem að hlusta á Teams möguleika á því að senda inn spurningar. Hér eru allt nokkrir í sal sem gaman að sjá. Og þið hafið sjálfsögðu líka tækifæri til að spyrja þau hér á eftir þeirra erindi, spurninga eða koma með athugasemdir. En þeir sem eru að hlusta á í gegnum netið hafið tök á því að senda með skriflega spurningar og ég mun síðan lesa þær upp fyrir Ágústu og Sueitz. En Ágústa, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Ég ætla semst að renna aðeins yfir þátt Þjóðminjasafnsins í þeirri atburðarás sem að fór af stað rétt eftir miðjan desember á Seyðisfirði. Hér sjáum við Tækniminjasafnið á Seyðisfirði á friðsælum sumardegi. Þessa bæjarprýði og safn sem hefur skipt miklu máli fyrir samfélagið. Bæði samfélagið á Seyðisfirði og safnasamfélagið í heild sinni. Og hér sjáum við síðan safnhúsin eftir að aurskriðurnar fjallu og ástandið sem blasti við þeim sem þangað komu. Í þessu erindi þá ætla ég að renna yfir í raun og veru þessa praktísku þætti. Sueitz kemur síðan hér á eftir og hann kannski meira, ef við getum sagt sem svo á svona tilfinningalegri nótum. En þið megið vita það strax í upphafi að þetta verkefni hefur engan látið ósnortinn sem hefur tekið þátt í því og þetta hefur verið mjög á margan hátt hefur reynt á fólk og það hefur ekki reynt bara á faglega getu heldur líka á persónulegan styrk að taka þátt í þessu verkefni. Og ég vil byrja á því að þakka öllum þeim fjölmörgu sem hafa lagt hönd á plóg. Ef við skoðum bara tímalínuna yfir verkefnið að þá það þannig að skriðurnar falla 18. desember og það strax í upphafi ljóst að verulegar skemmdir hafa orðið á húsnæði og safnkosti Tækniminjasafnsins. En eins og þið vitið að þá voru það náttúrulega líka persónulegar eigur fólks, líf og limir sem voru í hættu. Og það komu mjög skýr skilaboð fljótlega eftir að skriðurnar fjallu að tilfinningar fólks, eigur þess væru í forgangi í björgunarstarfi á Seyðisfirði og minjaverndin ætti aðeins að bíða í fordyrinnu eftir því að hennar tími kæmi. Við tókum þessi skilaboð til okkar og í raun og veru biðum eftir því að fá kallið en létum vita af því þó alveg með skýrum hætti að Þjóðminjasafnið og aðrir aðilar minjavörslunar væru í starthólunum ef á þyrfti að halda.
Þannig að það 10 dögum eftir að skriðurnar falla, 28. desember, sem að í raun og veru fyrsta beina aðkoma Þjóðminjasafnsins að málum á Seyðisfirði, þegar Elsa Guðný Björgvinsdóttir, safnstjóri Minjasafnsins á Egilsstöðum, fer sem fulltrúi safnsins yfir til Seyðisfjarðar til að skoða aðstæður með hópi fólks og meta hvað sé hægt að gera. Það var þannig að Sveits var staddur sjálfur erlendis, þannig að það var ákveðið svona flókin flækjustig við upplýsingamiðlun. En Elsa Guðný fer á staðinn og hefur samband við Margréti Hallgrímsdóttur í kjölfarið, upplýsir hana stöðuna og það áfram bara ítrekað alls staðar á öllum vígstöðum að Þjóðminjasafnið og aðrir aðilar minjavörslunar muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að bregðast við leið og kallið í raun og veru kemur. Það síðan 8. janúar að menntamálaráðherra heimsækir svæðið og þá hefst í raun og veru þetta svona af ennþá meiri krafti. Þjóðminjavörður fer með henni og sömuleiðis forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, fá þá ákveðna tilfinningu fyrir svæðinu og koma aftur heim í sínar stofnanir hér í Reykjavík og geta upplýst starfsfólkið stöðuna og þá var ljóst að það þyrfti að grípa til víðtækra aðgerða. Safnaráð hafði sömuleiðis verið í sambandi við aðstandendur Tækniminjasafnsins og það var búið að taka frá ákveðið fjármagn sem að safninu var heimilt að verja í björgunaraðgerðir og 12. janúar var haldinn fundur hér í Minjastofnun með fulltrúum menntamálaráðuneytisins, Þjóðminjasafnsins, Safnaráðs og Minjastofnunar svona næstu skref og það í raun og veru á þeim fundi og í kjölfar hans sem Þjóðminjasafninu falið að leiða verkefnið og það ákveðið að heimsækja Seyðisfjörð. Og þá fyrir að stað svona stóru umræðum það hvernig sú heimsókn eigi að vera og það ákveðið að það séu sem sagt þjóðminjavörður. Ég fór sjálf í þá heimsókn, það eina heimsóknin sem ég farið í og síðan voru það fulltrúar Lilja Árnadóttir var kölluð inn tilbaka úr starfslokum, sérfræðingur Þjóðminjasafnsins áratugaskeið til þess að vera með okkur, sérfræðingar Munasafns og forvörður frá Borgarsögusafni. Og við gerðum þetta allt saman í góðu samstarfi við Tækniminjasafnið og ekki síður við Austurbrú sem svona samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Austurlandi. Á þessum fundi gátum við bæði farið á hamfarasvæðið á Seyðisfirði, urðum síðan veðurteftar á Egilsstöðum daginn eftir og nýttum þann tíma mjög vel. Hér sjáið menntamálaráðherra þegar hún kom til Seyðisfirðar. Og nýttum þennan tíma þar sem við vorum veðurteftar og sátum í bókasafninu, í safnahúsinu á Egilsstöðum til þess að setja saman það sem kallað var neyðaráætlun 1. Og hér sjáið þið svona hluta af því sem var unnið þar að það var sem sagt verið að greina niður hvaða verkefni það ætti að vinna og hverjir ætti að vinna þau. Og þarna sjáið Tækniminjasafn Austurlands efst á blaði að sjálfsögðu sem hefur stýrt þessu öllu saman en Sveits hefur verið svo skynsamur að allt sem hann hefur getað látið frá sér af verkefnum hefur hann reynt að koma í annarra manna hendur. Þannig að hann hefur getað haldið fókus á það sem þarf að gera á staðnum. Og þá hafa fulltrúar sérstaklega frá Austurbrú, hún Jónína Brynjólfsdóttir alveg umfram aðra komið mjög vel að því verki. Síðan Þjóðminjasafnið með ákveðið hlutverk og við fengum það hlutverk eftir að það var búið að samþykkja þessa neyðaráætlun í raun og veru að halda utan það fjármagn sem væri verið að verja í verkefnið og að manna stöður. Og það var tekin svo ákvörðun mjög fljótlega að við ætluðum fyrsta hugmyndin var að kalla eftir sjálfboðaliðum og manna með fólki sem hefði áhuga. En í ljósi aðstæðna á staðnum og að okkur fannst þetta vera svona viðkvæmt verkefni sem að við vildum ekki, kannski við vildum svona stýra aðeins hverjir væri að taka þátt í og hversu margir væri að koma að það var ákveðið að það væri bara fá söfn og það var í raun og veru bara söfnin í heimabyggð, sem sagt Safnastofnun Austurlands á Neskaupstað með Pétur Sörensen og síðan Elsa Guðný og hennar fólk og að sjálfsögðu Héraðsskjalasafnið á Egilsstöðum sem að tóku þátt í þessu. Og síðan Borgarsögusafnið auk Þjóðminjasafnsins og síðan Þjóðskjalasafn Íslands sem einnig skipti miklu máli. En þetta var svona ákveðið verkstjórnarvald sem að Þjóðminjasafnið fékk þarna og beitti því með þessum hætti. En hér sjáum við sem sagt lista yfir þá sem að tóku þátt í þessu og allt þetta fólk og stofnanir lögðu sitt að mörkum.
Verkþættirnir sjálfur voru náttúrulega að finna viðunandi geymslu húsnæði, bæði til lengri og skemmri tíma, fara í að bjarga því sem að hægt var að bjarga, flokka og grisja. Það þurfti að skipuleggja þetta allt saman og koma hópum á staðinn og finna gistingu og passa fólk fengi að borða og hefði bíla til að keyra og allt þess áttar. Síðan þurfti að hafa eftirlit og ráðgjöf og reyna að passa líka upp á í leiðinni að allt færi þetta eftir settum lögum og reglum af því að safnastarfsemi gilda ákveðin lög og þá sérstaklega hvað varðar grisjun. Við áttuðum okkur mjög fljótlega á því að það væri ekki fýsilegur kostur að reyna að bjarga öllu því sem hafði farið í skriðunni. Það yrði að velja úr og það yrði að gera það hratt og örugglega og þess vegna var sett saman þarna strax í fyrstu ferðinni austur þessi neyðargrisjunaráætlun og síðan þegar alvöru grisjunaráætlunin var sett saman að þá var hún í raun og veru unnin út úr þessari neyðargrisjunaráætlun og þetta var til út frá gögnum frá Tækniminjasafninu. Hún Elva Hlín Pétursdóttir vann mjög vel með okkur í þessu, hún þekkir safnið inn og út og síðan lágu hugmyndir Sveits og hans fólks algjörlega til grundvallar í þessari vinnu. Næstu skref voru síðan að við lögðum fram þessi neyðaráætlun með grisjunaráætlun, það var ákveðið að veita fjármagni í verkefnið og Þjóðminjasafninu falið að hafa umsjón og síðan fara af stað hópar sérfræðinga héðan frá Reykjavík og Austurlandi sem að fara austur til þess að vinna fyrsta björgun, síðan að flokkun og síðan að svona fyrirbyggjandi forvörslu til að koma í veg fyrir að þeir gripir sem að bjarga var úr skriðunni héldu áfram að skemmast. Og var það sérstaklega skjöl og ljósmyndir sem að fólk hafi mjög miklar áhyggjur af. En þarna kemur til að Þjóðminjasafnið og Borgarsögusafn saman búa yfir sérfræði þekkingu á sviði forvörslu og fyrirbyggjandi forvörslu sem ekki að finna kannski annars staðar, auk þess sem að Þjóðskjalasafn Íslands sendi sitt starfsfólk í þrígang austur til þess að vinna að forvörslu gripa sem komu úr skriðunni. Og sömuleiðis ráðlögðu þeir Héraðsskjalasafni Austurlands sem þeirra vinnubrögð og það skipti allt saman miklu máli. Og ég verð að segja eins og hafandi verið starfandi í stjórnsýslunni í langan tíma að ég hef nú sjaldan séð jafn samhenta stjórnsýslu í nokkru máli eins og þessu. Og auðvitað voru einhver samtöl sem þurfti að taka það sem að þurfti að segja svona já fyrirgefðu ég skildi eða endilega ertu tilbúin til að, en yfirleitt má segja að allt hafi gengið eins og smurt og allir tilbúnir til að taka þau verkefni sem að þeir álitu eða mátu sem svo að væru á þeirra könnu. Og það var sem sagt hópur 2 sem fór í lok janúar og síðan hópur 3 sem að fór rétt fyrir miðjan febrúar. Í kjölfar þeirrar ferðar fór fram endurmat og gerð grisjunaráætlunar og síðan var grisjunaráætlunin staðfest í samræmi við ákvæði safnalaga og ég get sagt ykkur það að þetta er ferli sem yfirleitt tekur marga mánuði. Við náðum þessu á 4 dögum. Það var mínútusett áætlun til þess að ná þessu verkefni inn á fund safnaráðs. En við gáðum samt engan afslátt og fórum í öllu að þeim lagaramma sem utan þetta og vorum með bestu sérfræðinga með samanlagt örugglega í tæplega 70 til 80 ára reynslu af safnastarfi, ef ekki meira. Í kjölfarið síðan neyðaráætlun 2 sendi mennta- og menningarmálaráðuneytis með beiðni fjármagn. Hún hefur ennþá ekki verið afgreidd kannski alveg með formlegum hætti. Við erum ennþá í aðeins limbói með það og Sveits mun kannski segja ykkur betur frá því og eftir. En þá var það ekki bara að bjarga því sem að farið hafði í skriðunni, heldur ekki síður að fara inn í það húsnæði sem að var á hættusvæði, var fullt af gripum á vegum Tækniminjasafnsins, bæði skráðum og óskráðum og tæma það og koma í betra horf. 4. hópurinn sem að hóf það starf, hann fór austur 1. til 2. mars og vann að því ég myndi segja alveg ótrúlegt starf því að á 2 dögum náðist í raun og veru að taka utan svona stærstu vandamálin þar, tæma húsið sem kallað angró og flokka gripina í það sem ákveðið var að safnið þetta varðveita
og annað og þá var algjörlega skýrt fyrirkomulag, það var engu hent nema það væri búið að fara yfir, meta varðveislugildi, kanna hvort það væri önnur söfn sem að myndu vilja eiga gripinn, kanna hver svona varðveislustaðan væri á slíkum minjum á landsvísu og við erum náttúrulega svo heppin að hafa undratækið SARP okkur til hliðsjónar í þessu og getum þá leitað þvert á söfn á Íslandi til þess að finna og það voru mörg símtöl sem þessi hópur tók og það verður að segjast eins og að Lilja sem átti að fá að fara setjast í helgan stein áramótin, að hún hefur þurft að standa oft upp á honum til þess að koma og vera okkur innan handar í þessu öllu. En það hefur náttúrulega skipt miklu máli að hafa þekkingu og reynslu og auk þess eru náttúrulega heimamenn á Seyðisfirði sem að hafa margir hlaupið undir bagga, bæði Pétur Kristjánsson, fyrrverandi forstöðumaður safnsins, hann hefur komið og átt samtöl við Sveits og svo fleiri sem að þekkja til safnkostsins og þetta allt saman skiptir gríðarlegu máli. Að á bakvið allar þessar stjórnsýslu ákvarðanir eru náttúrulega einstaklingar sem taka þær. Staðan í dag sú að það verið að vinna samkvæmt grisjunaráætlun, það eftirlit með grisjuninni og stuðningu frá Þjóðminjasafninu og nú verið að plana næstu ferð austur og hún verður væntanlega í byrjun maí og þá verða bæði sérfræðingar Munasafns og forverðir sem að fara austur til þess að taka stöðuna og síðan framtíðarmúsíkin í sumar í okkar svona starfi svo að við erum semst að vinna með Tækniminjasafninu og námsbraut í safnafræði að nýsköpunarverkefni og þá verða semst nemar á nýsköpunarstyrk sem fara austur til þess að vinna þar. Ég hleyp náttúrulega mjög hratt yfir sögu hér sjáu þið innan úr Angró, þarna eru fyrir grisjun og síðan þegar vinnunni vinnan var komin vel áleiðis. Ég hleyp náttúrulega hratt yfir sögu. Við höfum verið meðvituð það allan tíman sem við höfum verið að vinna í þessu að þetta stórt verkefni sem að þarf að halda vel utanum, þannig að við höfum reynt að gæta því eins og við mögulega getum að skjala verkefni vel, vista skjöl og samskipti í GoPro, fá skýrslur frá þeim sem hafa farið á staðinn, þannig að til verði pappírsslóð sem að hægt verður að rekja eftir á. Hún örugglega aldrei fullkomin og auk þess þá bætast náttúrulega alltaf við þessi núansar sem koma í gegnum persónulega upplifun fólks, en við höfum reynt að halda utan það sem eins og hægt Þetta hefur náttúrulega verið alveg ótrúlegt verkefni fyrir Þjóðminjasafnið að fá að taka þátt í hlutverki sínu sem höfuðsafn og mjög lærdómsríkt fyrir safnið sem slíkt. Og við áttum okkur náttúrulega á því að það mikilvægt að það sé eitthvað svona bakland sem að söfnin hafa sem þau geta kallað á þegar í harðbakkann slær og við vonum bara að Þjóðminjasafnið læri á þessum atburðum núna og geti með öðrum aðilum minjavörslunar tekið vel á móti slíkum verkefnum í framtíðinni. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Svo, góðan daginn, Sveits heiti ég, safnastjóri Tækniminjasafns og ég tala ekki svo góða íslensku, so I will try to do it in English as clear as I can. I will show you the story through the pictures of what we have been challenged by the landslide the last 124 days. It's a lot that has been going through our workload, and also I will add emotionally we have to think on a full town that was also evacuated. Já, betra svona. Já. So I will show you before the landslide 2020. This is how it looked, the area. This I will mention the names of the houses. It will be important to locate ourselves later on in the landslide. So the first one, the blue, we can see it's called what we will call it Renniverkstæði. It's where the lathes were during the work in Vélsmiðja, and in the back we can see with the red roof the Vélsmiðja itself. Renniverkstæði, it's a modern building, while Vélsmiðja, it's a 1906 Vélsmiðja. Is the first working Vélsmiðja in Iceland,
and it was very well preserved. It was working until 1992. And here we have, for example, the insides of Renniverkstadi. It was an exhibition, various exhibitions, I would say, and also a print shop. This print shop will service artist institutions in town. This was Lunga School, Skatfell, and a lot of artists in residence that will come and make workshops here. It was very used, and during 2020, we organized it as it was also the museum entrance and the shop. We organized it so it could be only a workshop space. Here upstairs, it was incredible the amount of stuff that we could find in the attic. We could find, this is well organized. This is a visit of Lilia. Proud was myself with these boxes, put it in 100s and 200s and 300s. It was still very disorganized, I would say. In the other side, Wheels Media, as I said, the oldest Wheels Media in Iceland, it was as it was looking in 1906. It was used with a water turbine, and we have a shaft in the top that it will make it work actually. There is a workshop here, teenagers from Fjarðabyggð that came and make a Málmsteypa workshop, and it was part of the museum duty to have these workshops going on. Smiðjuhátíð, it's one of the biggest events in the museum's year, and it is every year workshop for children and adults that are related to the museum's history. This is Wheels Media, carpentry, and print shop. Here we have children looking to a Málmsteypa workshop too. And this was Skipasmiðstöðin, 800 square meter building with a new roof just finished in 2020, summer 2020. And most of the equipment inside was industrial carpentry equipment, and it was used to restore old buildings. It was in use, 3 carpenters that were working there. And as a detail, in the landslide, while the landslide was happening, one of the carpenters was in the building. I didn't mention before, but it was, we will see later the story. Here we have actually Elvar. He was in the carpentry. Here is during summertime in Smiðjuhátíð how he's teaching kids to make wooden boxes. And in the other side, Angro and Skema. In the right-hand side, we have Angro. It's a very early house, one of the first pier houses in Seyðisfjörður, and next to it, Skema. It's 1984 building. It's a new building, and both of them, they were storage. This storage, it was, as Augusta mentioned, it was not totally registered. It was mixed with building materials, car tires, all sorts of machines that they didn't even belong to the museum. They were left there by the previous owners or the previous users. And this sorting all this, it was a big task that I already identified when I started. I didn't say that, but I started working in 2019. And the work with the collection was one of the main challenges that I found, together with an outdated policy. So this work already started 2020 summer. Both Safnaráð and Þjóðminjasafn Lilia came also to visit the museum, and it was obvious that something will need to be done with these storage situations. Some of them, they were not even weatherproofed. The register in it was lousy, so to speak, and organization-wise, it was very deficient. You can see here one inside image how it was, all sorts of stuff. And this is not the worst that you can see there. This is a schema, and in between industrial stuff, gasoline, gas canisters, and all whatnot.
So there was previously than the 18th of December, it was a lot to do. In the 18th, we have much more to do. This is the view that we have from the top, from the seaside. In this very place, we are missing already 9 buildings that are not there anymore. Out of 9 buildings, 3 of them, they were homes. And you can see a pier house there. Thorshamar also was a home, and obviously it's not allowed anybody to live there. So we have industry that has been smashed, homes that have been smashed, and in the left-hand side we can see the museum. Is it this better? Oh, I'm aiming to the wrong microphone. Thank you. An aerial picture of what we'll find in the landslide. Around 200 meters long landslide, and in some places even 10 meters high mud piles. The green thing over here, it is Berlin. So that's a house that was just there. It's Skipasmiðstöð, a new Skipasmiðstöð. And in the back you can see how a Reniverkstæði has been crushed, broken in two, and has shifted its position past the road and on top of Skipasmiðstöð. Skipasmiðstöð, it's nowhere to be seen, part of it's in the sea. And the sea also had affected Angro. The new plywood that you see there, it was not there. It was put just after the landslide. A big mud pile went to the sea. The sea hit this wall and went through all the lower floor of Angro, smashing everything that could find inside, and also hitting the next building. This is from the other side. In the top part you can see Reniverkstæði and part of Vélsmiðja and Skipasmiðstöð, and all smashed together. This is the pier of Angro. You can see the door, how it's bulging out. It is all the insides were full of water, seaweed, even fishes. It was quite a sad sight, and the wall gave to the next house. So in damages, it will be quite considerable. And still we have the uncertainty. These are the first days, the pictures are from the first days. We still have the uncertainty of what will happen to the rest of the slope that is hanging. We have to bear in mind that the whole town was evacuated for 2-3 days. Part of the town re-entered the town the 25th, but still there was a lot of uncertainty in certain areas. This area was only to be entered with GPS trackers just in case, and the protocols of safety, they were very, very strict. So December 22 and March 5th, I will position the rescue. And the rescue was happening mostly by 12 to 15 people team on the ground, plus another like 10 diggers. This digging, it was happening while people were picking stuff from the ground. We have to think that houses, homes, they had all the personal belongings there, and we have to think in that level too. So to do that, it was set a grid. It's almost like an archaeological dig, because houses are shifted from their spaces, from their locations, and they will be found meters away. It's not going to be easy most of the time to find or to see where belongs which piece. So we, in this situation, the museum becomes R2. We are a letter and a number, and that's where most of the museum stuff it is. If you can see Reniverkstæði, it is way out from the R2, half of it, in the origin, but once the landslide happens, it's shifted and it's exactly on top of Skipasmiðstöð.
One of the first good news is that the firefighter director of Egilsstaðir, he knew where exactly was this Öryggiskápur or safe. One of the first things that it came to my mind actually was this. It was a safe where most of the pictures of the museum, pictures of the beginning of the 20th century, they were kept, a lot of important documents. And this safe, the chief firefighter of Egilsstaðir, he knew exactly where it was. Hit a wall, break it, and he was able to pull it out. This safe was put in a boat and take out from the emergency or the landslide area. We have to think still the road is closed. The road will be closed for a few weeks still. So this was very, very interesting day, 25th of December. It was a nice Christmas day with a gift, and also started the collaboration with Minjasafn. This was taken by the police to Egilsstaðir, and there both Minjasafn and here at Skelasafn took over the drying and consolidating the inner contents of the safe. I was mentioned before, I was not here in that time, and I was controlling all the situation by waking up at 4 o'clock in the morning and start making calls. I was in Montreal, so I will have 2 times. I will start 4 o'clock, see what was going that day, what news we had, mostly pictures that I could get, anything that was new, and 6th of January was the day I arrived to Seyðisfjörður back. Also, it was quite complicated to get a flight. It's the first COVID, English COVID or UK COVID that happens, so the flights, they cannot go through UK. It was quite a mess to manage to arrive to Seyðisfjörður in this moment. But yeah, there we are. The road has been opened 29th of December, and this helps a lot to the logistics of the whole rescue. The first part that we start emptying, this is the top floor of Renniverkstaði, or part of it at least. Still, you can see the boxes that I was just before in the picture. You can see the boxes there. Sometimes it's especially incredible how little has been damaged, the material that was in the building. If you go 3 meters, everything was smashed, obliterated, pulverized by the mud. But in this case, it was quite a nice news to get from that area, particular area. If you go 3 meters down, that will be my office. So yeah, if I was there, I would not be here today. The person that we see there, it's Elvar. Elvar came out of Skipasmiðstöð as it was falling. You can imagine a person that just left the landslide, went out of the landslide, and a few days later, he's in the same place, cleaning up and helping the crew. This is what it was the beauty also of Seyðisfjörður, how people could just wake up from this shock. Obviously, many people in town, we were in shock by the whole situation, but the response also was very positive. Here Ingirab, another carpenter that was used to work in Skipasmiðstöð. He is right now collecting bits and pieces that can find around the building. Not everything obviously was inside the building. Some of the stuff was scattered around dozens of meters around the Skipasmiðstöð in this case, and he's walking through the roof that he just fixed that summer. Funny enough. The work, it's slow. Diggers will take structural pieces of the buildings piece by piece, and people will be looking to get anything that it can be part of the museum collection. In this case, we are in Skipasmiðstöð, but again, we have stuff that was mixed together with the collection area that was in the attic.
Once that building is cleared, we go and look to the other side. This was left in Rönneberg study. The building is not there anymore, but still some pieces and bits, they are still there. And this is how it looked like. It's quite a sight. Slowly, again, diggers first boxes in the other side, so everything that will be found in this area will be put in fish boxes, and this will be a slow work. This will be until the 5th of March. And you can see it's a ballet of diggers. It's 3 diggers in a line, plus 2 loaders taking the mud out of the way. We are making paths so the water doesn't stay in certain places, so the danger is less, and also in the same time building mudslide barriers. So in the eventual case of the mudslide, it will be contained somehow by these walls. We have to bear in mind still, and to the day, we have a slab on top of the museum that it's considered unstable. We don't know how much water it will take to make it totally unstable and collapse, but what we had was 30,000 cubic meters of mud that fell. If this piece falls, we'll be talking about 300,000 cubic meters. So that it's just, 10 times more. With this, I can say that it was not only us working there, it was a lot of traffic, cars, trucks. It was such a situation, and under all these diggers, Ingi, Rab and Elvar, there they are taking piece by piece the things that they find in the mud. A digger will make the rough work. In between, we will find rocks almost as big as a car, but then we will have some pockets of these gifts that the museum left. In this case, very near from here, we found a whole collection of clichés of the museum. But, for example, the printing machines that they were there, few hand-cranked printing machines, we never found them. They might be in the sea. The movement of the objects, the shifting of the objects, has been quite an interesting dynamic to see with the mud. Here we have the tractor, Nalli, our international 1924 model. It was proud of the museum. It was a pride of the town too. The first tractor in Seyðisfjörður, and right now it stays in between the mud. We are trying to actually retrieve it as careful as possible for the future, and I will explain you why. And in the left-hand side corner, you can see also the access that use the power of the water to run the machinery in the museum. So that was very important part of the Vélsmiðja to recover. The part of the Vélsmiðja that has been destroyed, it was 1906. So it was the oldest part of the Vélsmiðja that went. Just it's not there anymore. So this is following the work. Not always was a good weather to work. Usually when I pull out the camera, it's the best day, but it's January, February. This is rain, snow, ice. In the right corner, you can see also a car that used to be a car. So that's the power of the landslide. This is February 25th, almost finished digging everything. So I have like 5 minutes left. Is that right? I will try to go through quicker. Reception and sorting. The reception, it was fish boxes and machines that they were sometimes beyond repair. So this will be directly going to disposal. Sometimes we will have doubts, and this will go to a reception space where it was received and then organized. This is the place where we have Thjóðminjasafn arriving, Minjasafn Austurlands arriving, and all the groups that arrived later on. So this is how it arrives. It's quite a chaotic piles.
bear in mind that these are filled up while people is just like pulling out the stuff from the diggers, and then we have to make some sense out of it. VLC Media, Sjúkrahús, Símstöðin will be the groups that we will make, and also objects that they are not already good enough to restore either. In between the documents are just all over, and they're in very different shape. Some of them they're perfect, some of them they're wet. So the wet documents, for example, and with the help of Theodis Kelasap as well, we will put them in freezers, and we will have like given some parameters of work, how we deal with each material. Each week that Theominesa will send one group, the group leader will make a skýrsla or some sort of a documentation of how it went and what were the suggestions for the next week to do. Here we have Thorir with photographs, Bára from here at Skilasap, and Karen from Theodis Kelasap. As you can see, this is a fish factory. It was huge, but by no means the best place to work. In this situation, it was the only thing we had, but it was quite good to spread everything that we could and organize the material. Here we start making groups and having like some sort of a organization, machinery, all sorts of stuff that arrives to this place. 250 fiskikor around we received here, plus all the pallets. Some of the things are big, some of them little as a printing press. Machinery, this was just full of mud. We cleaned it, put it in fish boxes, and let's don't forget about the chemicals. We had heavy acids, printing inks, paints, oils, mercury, asbestos, name it, you will have it there. So we had always gloves. In these cases, the bottles are okay, but sometimes as soon as you will find a broken bottle, you might as well be careful when you touch it. I did have myself a couple of chemical burns by not having gloves. Bára and Andre, this is the next phase, February, with the Skjól. Bára is very happy because we went out of the fish factory, and she has very nice views. I didn't mention it, but it's a detail that kind of like makes the day. The fish factory obviously stinks like fish. So all of us, after a day of work, it will be like really hard fiskur in your clothes, in your car, in your laundry machine, everywhere. So that's why I think Bára is so smiley there. This was the drying process. We can see the freezers there. So slowly drying piece by piece and sorting them. We also had a team of 7 people working there. Working with the storage collection, this was Grisuna Stevna, and I started with this 2019, asking to Theominesa also what we will do with this. The answer was it's complicated. There was a very nice article in Quickstur, if I'm not wrong, about the Grisuna Stevna, so I took the challenge and I had it in mind. I didn't have in mind that I will do it in this way. But yeah, here we have 2 buildings, both Angora and Skemma. We have to first pull the information out of the director and former workers that they actually did this organization, because it was somehow organized. Pull every information, every bit of information we could, and then go through the objects that they should be disposed, objects that they should be preserved, restored. It was quite work, but it was not that complicated. Red goes, green stays. Yellow, another museum, another institution will have it. So it was quite a big work, and a big work inside. While outside the digging was ongoing, we were in the inside making this silence work. A lot of machinery, so much machines.
The current situation, it's that we have a temporary storage, and this temporary storage, it's up and running, and we can see the sign of Tecniminis up there as almost like a joke. That's what we have as Tecniminis up today. This was in the back. It was pretty organized until 2 weeks ago, until we found another 3 pallets of paper. Skjold, that it was stored in Angro. Now we are making numbers as we speak. We have a person working in sorting this. All this will be inventoried and send it to Hirathi Skelasafn and Þjóðhátíð Skelasafn, so they can see what's their part or their responsibility, what it could be for the museum, and what it should be disposed. And what is the future? That's the biggest question. And as an answer, well, it's a museum and also a memorial. This is what it was. This is what it is today. It's big emptiness, and we still have part of Vélsmiðja. This has been like made in so many ways as a memorial. It's a Roman ruin, but as part of something that we should remember that happened. I think it's important not to just wipe everything and seed grass, but also work with what we have left. So this can be a perfect place for that. The tractor was kept, the boat was kept as part of this plan of one day remembering it. So these are all the museums, institutions, Borgarhópsöfn, it's what I forget, but thank you for all these visits, all these people, because you guys, you made all this work. Some doesn't know. So takk kærlega fyrir. And það spurning. Yeah, thank you both. We have some time for questions. So if you have some questions, you need to get the microphone. Thank you. We have one here. What I would like to ask you about the things that went into the sea. Mm-hmm. Is there any possibility to recover those things, or you think that there is just too much you have on your hands on land to think about, not to think about the sea? Yeah. The stuff that went to the sea, right now we cannot see it, obviously. It's underwater. We have stuff big as a car there that was parked just near Skipasmiðjastöð. So there is big stuff. What we know is that as soon as it rises to the silt or soft sand, soft clay, it will sink. And it will be very, very difficult to retrieve. As part of the machines that they were like, they will be missed. It will be the print shop of D.T. Roth that we didn't find. We only found one hand crank. They will be there. I think it's a hope that we could even like one day go there, but it's right now we are concentrated on getting out of the danger, and yeah. Mm-hmm. Lots of private property. Yeah. Like the people that lived in Dagsbrún or Berlin or fleiri húsum. Yeah. Is there any possibility to recover their property? Some of it has gone into the sea. As for example, Turnin, it was just next to the museum. It was this nice green. Yeah. It was the biggest piece that was found. It was 1.5 meters. It's pulverized. Berlin, you could see the roof. Sandholt, for example, it was found in a line. So it was not a house itself. It was just a line of debris.
So that was, in some cases, which I would say there were two, Framhus, which it was the house where Johan Hansson, the owner of Vélsmiðja lived, that was hit but not sink, I would say. The same happens to Breiðablik. There were two houses that they were moved from their foundation and they were taken, and right now they have been taken as piece. That it's in two cases. The rest, it's just as soon as the mud hits the space, it just pulverizes the big skipasmiðstöðin. It's just like absolutely wrecked. So, and that's still, imagine a wood house, just, yeah. So the alternative, it can be rebuilding them. We do have architectural plans, we do have information, pictures, how they were done, historical relevant information. It can be possible to rebuild them, but as not original pieces, but yeah, from the plans, I would say. Já, ég hef meira spurningu til Ágústu og kannski til þín líka. Svo eins talaði að þegar hann byrjar að varðandi grísun á safnkostinum og hafi leitað til Þjóðminjasafnsins að þá hafi svörin verið complicated. En síðan ríður þetta áfall yfir og menn hafa uppi hraðar hendur og eiga í góðu samstarfi við sagt björgunina, og það sagt farið í það að grisja. Spurningin í raun og veru hvaða forsendur lágu fyrir því að unnið var jafn hratt að gerð grisjunarstefnu eins og gert var. Hvaða svona þættir voru þar sem ýttu á það að ákveðnum hlutu væri þá gerir ráð fyrir að einhverju hluta til fargað og aðrir hafi lent hjá öðrum söfnum eða hjá öðrum aðilum. I don't know if I understand totally the question, but you can answer and then I will... Sko, ég held ég geti kannski svarað þessu bæði fyrir hönd Þjóðminjasafnsins og sömuleiðis Tækniminjasafnsins. Það sem vandamáli sem staðið var frammi fyrir var skortur á geymsluhúsnæði. Það eiginlega ekkert húsnæði laust á Seyðisfirði. Það var leitað í sveitarfélaginu að húsnæði, viðunandi húsnæði. Það hefur ekki fundist í raun og veru það húsnæði sem þarf, þannig að það verið að sætta sig við bráðabirgðahúsnæði. Það voru teknar ákvarðanir að forgangsraða, hvað skiptir mestu máli, hvernig hægt að gera þetta þannig að vel sé, og niðurstaðan var sú að reyna þá að sem sagt, forða gripunum úr þeim algjörlega óviðunandi aðstæðum sem þeir voru í Angró og Skemmunni, flytja þá á betri stað en leið grisja. Það var augljóst af vinnu sem starfshópur undir stjórn Sveits og með aðkomu Lilju Árnadóttur hefði verið að vinna að árin og undan. Svona sirka hvaða línur átt að leggja. Og það eru þessar línur, það verið að meta hvað mikilvægt fyrir safnið sjálft, hvað hægt að meta sem mikilvægt fyrir önnur söfn á landinu, mögulega aðrar stofnanir, fyrir einstaklinga sem mögulega myndu vilja fá gripina sinni tilbaka eða áhugamenn ákveðna söfnun sem að geta tekið slíka gripi aftur, og svo náttúrulega alltaf þá ákveðin hluti sem að fer í förgun. Það voru náttúrulega mjög óvenjulegar aðstæður þarna. Það þurfti að bregðast gríðarlega hratt við til þess líka bara að lenda ekki í, hvað maður að segja, innilokaðri aðstöðu, til þess að það væri verið að taka ákvarðanir og það myndi eitthvað að gerast. Það væri hægt að bjarga því sem bjargað yrði og reyna að forgangsraða og horfa þá á safnkostin út frá svona hugmyndinni Tækniminjasafnið, að þetta væri tækniminjar frá Seyðisfirði, þetta væri íslenskar tækniminjar og það væri ekki verið að varðveita þarna hluti eða leggja mikið á sig, hvorki fjárhagslega né að öðru leyti, fyrir hluti sem að væri varðveittir annars staðar, væru erlendar tækniminjar sem að kannski hefðu ekki mjög mikla þýðingu.
Já, og það var ákveðnu hluti sem var forgangsraðað eins og vélsmiðjunni, að það skipti máli að reyna að bjarga sem mestu úr vélsmiðjunni, bjarga sem mestu frá símanum, bjarga seiðfiskum tækniminjum fyrst og fremst, horfa á þær sem svona mikilvægan þátt, en að svona taka það sem til dæmis hefði komið úr einhverjum verksmiðjum sem hefði verið fluttar úr Reykjavík og voru kannski varðveittar að hluta í einhverjum öðrum söfnum eins og kom þarna upp á bæði verksmiðjur af Héraði og sömuleiðis af öðrum landsvæðum, að það væri svona kannski því væri svona ítt til hliðar, en þá voru samt tekin símtöl við Borgarsögusafn Reykjavíkur, við Hönnunarsafnið, við Minjasafnið á Egilsstöðum og náttúrulega var Elsa Guðni þarna á staðnum. Þannig að þetta var gert mjög hratt og örugglega. Síðan, ef ég má halda bara eitt í viðbót, að eftir að þetta gerist á Seyðisfirði hafa 2 söfn haft samband við Þjóðminjasafnið sína grísunaráætlun og núna náttúrulega stofnunin Þjóðminjasafnið beinmergur þess búið að læra einhvern veginn dálítið, bæði náttúrulega á eigin aðgerðum í sambandi við tæmingu í Kópavogi og síðan á þessu verkefni og mun í kjölfari breyta sínu verklagsreglum og gera þær einfaldari og skýrari. Til þess að þetta sé auðveldari ákvörðun í raun og veru. Að maður sitji ekki alltaf uppi með svarta pétur í þessu efni. Eitthvað fleira, Lilja, sem að... Ég vil langar bara til að bæta því ég heiti Lilja, ekki við nú. En það náttúrulega sko augljóst að þetta dæmi á Seyðisfirði er náttúrulega svo sársaukafullt að það eiginlega engu lagi hægt að lýsa því með. Við þurftum að fara þetta í gegnum skriðunar með fylgd öryggisvarða. Og það var ekki hægt að vera að velta fyrir sér einhverju smáatriðum. Það var verið að bjarga eigum fólks persónulegum tilfinningalega erfið vinna á staðnum og þá óhjákvæmilega huga maður að því hvernig var safnað, hvaðan kom það, hvað var skráð og það kemur í ljós því miður í þessu safni að það aðeins lítill hluti af safnkostinum skráður. Og það náttúrulega fyrsti vegvísi sem maður getur notað að maður slær hring utan það sem skráð. Hitt, það þýðir ekki að geyma eitthvað sem maður veit ekki hvað Og það blasir alveg við eins og Sveinn segir, það þarf að búa til nýtt safn. En formerkin eru skýr, það síminn, hann kom fyrst í land þarna, Vatnihúsi stendur með öllum þessum merkilegu minjum sem þarf sennilega að flytja allar af því húsið og hættusvæði. Þannig að þessi dvöl þarna, þessi 2 skipti sem ég hef komið þarna og Guði sér lof þá gat ég verið einn dag með Sveins í sumar að sjá þetta áður en allt þetta gerðist og hann var á mjög góðri leið með að hefja þetta starf sem núna bara var að vinna á 2 mánuðum. Þannig að þegar upp staðið þá þetta svo lærdómsríkt ferli sem að ég held að svo mörg söfn hér í landinu gæti lært af. Og það greinlegt að það hreyfing í þá átt. Af því svo stendur við frammi fyrir veruleikanum það að tími, mannskapur, peningar, allt ákveðið mengi sem við verðum að sameinast að nýta sem best, hvað þekkingu varðar og verðmæti. Takk. Yeah, I think both they answer probably the whole question very well. I will add a little bit that this has been the beginning of a process, and I see that it's not only for us to have overgrown collections in Iceland. It's a pandemic. It's I see. Since I started working, I have been contacted. Do you want this? From other museums even, or like somebody that didn't want it but didn't want to throw it. The next step for us, it's a little bit thinning more the Grisum externa, but also having a very clear policy of collecting. That's the biggest tool that the museum has, to say yes or no. Because if somebody will tell you, almost as blackmailing, do you want to have it, otherwise I will throw it, then as a museum it is, or even personally, somebody will say, oh yeah, we will have it. If there is not a straight policy for this, it's like, okay, well, it doesn't fall in our policy, but there is another museum that actually does have this collecting policy. So this is the next step for this museum to take, redirect other collections and also help other museums as a Grisum externa that we did and we are doing, to help them as like one running example. Maybe
It's not the most common situation where how we did it, but it is something that other museums will do it in the future, will need to do it in the future, and we might be the first, maybe not in the best situation as a museum, but as need, I think we all need to follow this process and have a very, very clear STEFNA coordinated with the museums that they are around, which is the next step too. Yeah, I think that's. Thank you. Yeah, we actually have 2 more questions. Fyrirgefðu. Þetta svo stutt. Veitir Viðlagasjóður nokkuð stuðning til að endurbyggja safnið eða var þetta samgripina? Sko, safnið fékk greitt fyrir þau hús sem voru skráð á safnið sem séreign og skemmdust varanlega í skriðunni, að þar fékk það sem sagt bætur úr Viðlagatryggingasjóði, náttúruhamfara tryggingasjóði, en ekki fyrir safnkostinn sjálf. Já, ég þakka fyrir þennan fund. Þetta nú safn sem að ég fylgdist með í byrjun þegar þetta fór af stað að setja upp tækniminjasafn á Seyðisfirði og þetta auðvitað hörmulegur atburður en það víða sem menn þurfa að gæta að í sambandi við öryggi okkar safna og þetta auðvitað leksía varðandi ofanflóð, ekki síst, og ég ekki að segja að það séu mörg söfn sem var standi í svipuðum sporum en aðstæður hvers og eins eru auðvitað svipaðar og við þurfum ekki annað heldur en hugsa hérna til Melana og slyssin sem varð hér í Vatnsflóði við Háskóla Íslands sem að snerti okkar dýrustu gersemar jafnvel. Þannig að ég held að þurfi að fara mjög vandlega af þessu tilefni yfir öryggi okkar safnkosts almennt. Takk fyrir. Takk ykkur fyrir þetta og takk ykkur fyrir komuna kærlega og þið sem hérna heima sátuð fyrir framan tölvurnar en sérstaklega náttúrulega til ykkar, Sveits og Ágústa fyrir hérna frábær erindi og áhugaverð. Takk kærlega.